Já, komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið sem að þessu sinni fer nokkurn veginn víða völl frá himni til grafar nánast. Við ætlum að tala hér við Guðna Ágústsson, formann Framsóknarflokksins sem hingaði mættur ræðutíma á þingi og kristindóminn og margt fleira. Kannski byrjum á ræðutímanum eins að þú ert að koma beint úr umræðu í þinginu þar sem að mennum var mikið niðri fyrir ný þingskapalög og Vinstri grænir einir þar í andstöðu. Hvernig stendur á því að það ekki hægt að lágmönnum það að halda ræður eins og þeir vilja tala í löggjafarsamkomunni sjálfri? Já, það nú Fidel Castro sem stingur orðið í stúf við alla þjóðarleiðtoga, hann trúlega Vinstri grænn. Hann tala aldrei minna en í 7-8 tíma. Nei. Hér vilja þeir tala, og þeir tala auðvitað mikið, 500 ræður, margir hverjir Vinstri grænir á þinginu. Þeir vilja tala í klukkutíma 2, 3 og 4. En ekki eðlilegt að menn tali málin? Nei, sko, það náttúrulega, allt hefur breyst. Ríkisstjórnin hefur breytt sínum ræðutíma á ríkisstjórnarfundum. Sveitarstjórnarmennirnir í bæjarfélögum og sveitarfélögum, þeir eru horfnir frá þessum löngu ræðum. Lýðræðið kallar á það í fyrirtækjanum með þetta með allt öðrum hætti og maður verður þess var að alþingi náttúrulega að stinga í stúf. Þegar að fólk sem að fylgjast með þinginu í gegnum sjónvarpið hringir í mann og orðið öskur eitt eftir hádegi. En heldur þú, Guðna, þú viljir ekki grípa einhvern tímann á þessu kjörtímabili stjórnarandstöðu til þess að vopns að geta hægt á ríkisstjórninni við mál sem þú vilt ekki fara í gegnum þingið með því að þið Framsóknarmenn standið í ræðustólum klukkutíma saman til þess að tefja ríkisstjórnina reyna að koma í veg fyrir? Ég er ekkert viss að það sé heldur lýðræðislegt. Það getur verið miklu betra fyrir okkur að koma bara okkar sterku sjónarmiðum fram í lifandi umræðu þar sem menn skiptast á, takast á. Við búum til nýtt og öðruvísi þing sem verður áhugaverðara fyrir almenning og þessi skoðanaskipting koma betur fram. Því að eins og ég sagði í morgun, Winston Churchill gat þess nú að hann hefði verið í 5 tíma að 5 mínútur að undirbúa sig undir 5 tíma ræðu. Þannig með okkur, það ekki vandaðar. En þegar við þurfum að flytja 5 mínútur ræðu þá þurfum við 5 tíma eins og hann sagði. Þannig ég held að við verðum nú bara að horfa. Meina, það sé ekki mikil gæði í þessu. Það mikið frelsi í þessum nýju tillögum þingsköpin. Menn geta tvöfaldað umræður, menn geta beðið lengri umræður og í flestum megin málum þá nú ekkert langar umræður. Svo þurfum við að auka vægi nefndanna. Þannig að við þurfum að stíga ný skref til þess að gera alþingi að lýðræðisstofnun þar sem verða skoðanaskipti. Fólk eigi betra með að fylgjast með, átta sig á stjórnmálaflokkunum. Þannig að þessar löngu ræður eru náttúrulega úreltar. Ég gat þess nú í morgun að Jóhanna Sigurðardóttir. Það ekki inn í þessu. Við talaði 10 tíma einu sinni. Já, með einu líffræðilegu hliði. Já, í miðjunni, einu líffræðilegu stoppi. Þannig að forsetið hefur gefið henni tækifæri til að það var ekkert annað að gera. En þetta var siðurinn þegar ég var að byrja í þinginu. Og það minnist auðvitað, ef menn fara að lesa þessar ræður, þá er þetta upplestur úr bókum og ekkert málefnilegt. Þannig ég held að sé nú miklu frekar að gefa nefndunum meira vægi og nefndarstarfinu, snerpa umræðuna. Tölum við semlega nefndirnar. Það ekki inn í þessu frumvarpi skil rétt að rannsóknarnefndir þings. Já, það margt sem breytist með þessu og nefndirnir fá og nefndarstarfi fær þarna auki. Það verður að opna fyrir almenningi og þess vegna þetta nú bara skref sem að stíga núna og síðan þurfa næstu skref að koma og munu koma ef við náum þessum árangri. Förum aðeins kannski aðra ræðu, fjallræðan snertir annað umræðefni. Hún hefur kannski ekki verið löng fjallræðan? Já, fjallræðan var nú ekki löng. Hún merkasta ræða allra tíma og hún var hnitmiðuð og hún lifir enn. Meðan að lönguræðurnar eru glimtar. En einmitt fjallræðan Jesú Krists, þú hefur upptekinn af kristindómnum undanfarið. Þú varst kvaðst til hljóðs í utandagskrárumræðu í gær, kallaðir til hennar. Kristindóminn sem þú fullyrðir að sé hreinlega verið að reka á dyr í menntakerfinu. Ég hef miklar áhyggjur, sko. Mikilvægustu stoðir samfélagsins eru heimilin, skólinn og að mínu viti trúin og kirkjan. Og heimilin er upptekin af vinnandi foreldrum, skólinn tekur við stærra hlutverki og við búum á tímum mikillar firringar, eiturlyfja, því miður sjáum við eftir ungu fólki fara inn í þann válega heim og ég held að við þurfum að halda vel utan heimilin og ég held að við sem að minnumst þess frá æsku við aðluðumst bænina og eigum hana í okkar hugskoti, hún var dýrmætt og ég held að skólarnir og taki við meira hlutverki heimilann og þess vegna bregður mér við og þess vegna tók ég málu upp þegar allt í einu á að fara út úr lögum eins og segir í frumvarpi menntamálaráðherra
að nú er ekki miðað við kristilegt siðgæði. Já. Þetta eru orð í stefnu yfirlýsingu skólans, en menntamálaráðherra fullyrir að það sé ekki verið að kasta út úr skólanum kristindómnum. Já, svo er náttúrulega miklu fleira komið tilmæli að fermingarundirbúningurinn, börnin hafi fengið 2 daga í ferðalög, fermingarundirbúningurinn er kristileg fræðsla, börnin hafi verið skýrð og þetta er framhald og játning á skýrðarsáttmálanum. Og ég líti á það mjög undarlegt að skulu vera að reka út úr skólakerfinu fermingarfræðsluna, fara litlu jólin, það verið að láta undan þrýstingi. Menntamálaráðherra afsakaði sig að vísu að dómur væri fallinn á Noreg, en við höfum haft hér kirkjuna og þjóðkirkjuna inn í stjórnarskrá allt frá 1874. Norðmenn fengu á sig dóm í júní. Þeir ætla að bregðast við honum með frumvarpi undir vor á þinginu núna. Og ég tel það undarlegt að menn skuli bara lippast niður og segja skildi hér á kirkjan mjög sterka og langa sögu í samstarfi við ríkisvaldið og eins og ég segi í stjórnarskrá. Þannig að ég Hvernig viltu sjá kirkjuna inn í starfi skólans? Viltu hreinlega að þjónar kirkjunar séu beinlínis þá inn í skólanum við kennslu eða? Mér finnst sko vera töluverð umræða hjá einhverjum litlum hópum að talað prestana eins og þeir, það sé ekkert æskilegt að þeir komin alveg börnum og prestar eru hámenntaðir menn og þeir gefa börnum gott og ég er bara mjög undrandi á þessum tilmælum sem menntamálaráðherra hefur sendt frá sér. Ég tel það bara ekki standast að kristinfræðslan skuli hún segir að það með ekki taka það af skólatíma, það verða að vera utan skólatíma. Og fermingarundirbúningur, börnin fara í sveitarferð, þau fara í lautarferð, þau fara í fjöruferð, allt þetta fræðsla. Auðvitað eins og þú bentir á í því. Og ég held að flest börn eigi bara skemmtilega minningu sinn fermingarundirbúning og flest börn á Íslandi. Sjálfsagt 95% eru fermd. Já, eins og þú bentir einmitt á í gær að 95% barna hér eru skírð og fermd til kristinnar kirkju, en það eru enga síður börn í skólum þá annarra trúar. Viltu þá líka að þau fái tíma úr skólatímanum til þess að fara í gyðinglega vígslu sína og þeir sem eru þá íslamstrúar að þeir geta líka fengið daga úr skólanum til þess að fara í sína fræðslu? Við eigum náttúrulega mjög langa hefð sem kristin þjóð. Já. Og 85 eða 90%, það er svona meira en ég sagði í gær, eru í þjóðkirkjunni af Íslendingum. Ég ætla ekki að gera lítið úr trúarsöfnuðum, 95% þjóðarinnar eru í þjóðkirkju og trúarsöfnuðum. Við verðum að velta því fyrir okkur þá auðvitað vera lýðræði í skólanum og trúarfræðslan, kristinfræðslan þarf að vera frjáls. En að fara að minnka vægi þjóðkirkjunnar og kennslu og reka fermingafræðsluna burt, halda ekki litlu jólina því ekki kannski 1% á móti þeim. Þannig þetta er hættulegt. En nú er búin að skapa nýja forystu í þínum flokki, þú er búin að vera formaður í skamma hríð. Þessar áherslur þínar á þessi mál, ertu að færa kannski Framsóknarflokkinn svona í átt til þá, hvað ég að segja, kristilegra miðjuflokka? Framsóknarflokkurinn hefur stutt kristileg viðhorf alla tíð, ég er ekkert að breyta honum í þeim efnum. Ég verð að segja fyrir mig að þessar 3 grundvallarstoðir sem eru heimilin, skólinn og kirkjan, að ég tel að með gjörðsynni með þessu frumvarpi sem menntamálaráðherra að rýra allar þessar stoðir í umfjöllun. Þú meina að það sé bara sótt að kirkjunum og öllu vantum? Nei, ég er ekki að segja svo svona, ég verði þetta að vera líka, þá er menn búin að bakka á einum stað, hvað kemur næst, og ég fann það náttúrulega í þessari umræðu sem mér finnst mjög alvarlegt að þetta er gert, mér skilst að það hef ekkert samstarf verið á milli kirkjumálaráðherra sem mér finnst vera uppgjöfin, hann vil bara leggja niður kirkjumálaráðuneytið, hefur lýst því yfir og færa það bara undir forsætisráðherra, en það kom mjög glöggt fram í ágætri ræðu sem að Björn Bjarnason hélt í gær að hann trúir því ennþá að þingið muni ekki bregðast kristninni og trúnni og kristilega siðgæði muni aftur koma inn í frumvarpið. Þannig ég fann ágreining og ég tel náttúrulega að það mikilvægt fyrir kirkjumálaráðherra, menntamálaráðherra og biskupinn yfir Íslandi sem gegnir mjög stóru hlutverki
og auðvitað mjög virtur af öllum Íslendingum í einni stærstu stöðu okkar, að það sé samstarf við hann og kirkjunum þetta efni. En ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn þurfi bara að gá að sér í þessari umræðu. Hann ber fulla ábyrgð á því hvað hann að gera og ég hef engar skýrar ástæður fundið fyrir þeim orðum sem að menntamálaráðherra sagði í þinginu í gær. Komumst í miður ekki lengra með þetta mikilvæga mál. Guðni Ágústsson, þakkaði kærlega fyrir komuna til okkar í hádegisviðtali á Stöð 2. Hádegisviðtalinu er lokið í dag. Verið sæl.